Sem við 12 leikmenn hérna í dag, allt uppáldi KR-ingar, hvernig tilfinningin? Hún bara frábær sko, ég held að bara virkilega ánægilegt að hafa náð að klára þetta og þetta eru náttúrulega leikmenn sem hafa verið hjá okkur nú þegar og við erum að byggja á flottum grunni og margir af þessum leikmennum líka náttúrulega bara í hópi bæði efnilegustu og eftirsóttustu leikmann landsins og við erum mjög glöð ánægð með þetta. Hvor með bæði liðin í bónusdeildinni fyrir næst tímabil, stelpurnar gera virkilega vel og koma sér upp deild, ekki ánægilegt að vera líka með liðið til næstu röð? Jú, það er bara frábært. Við höfum náttúrulega verið að reyna að gera þetta núna, þetta er 4. árið í röð sem við erum að reyna að fara upp í fyrstdeildinni og já, mikil ánægð með að það við tekist og á okkar forsendum, ég held að við höfum sett á stefnu að reyna að gera þetta á okkar kjarna og okkar stelpum og þær var að fá aukna reynslu og það tókst, það er mjög ánægilegt. 12 leikmenn sem við í dag, þá þurfum við þó nokkuð mikið fleiri til þess að geta sett frambærilega körbáltilega á næst tímabil. Hver er svona stefnan fyrir þessi lið? Við erum náttúrulega með leikmenn í báðum liðum sem að gera samning náttúrulega í fyrra og erum með samning, svo þurfum við að taka þátt í atvinnumannamarkaðnum og það kom bara frekari fréttir af því núna næstu. Má búast við því að KR bæti við fleiri sterkum íslensku leikmennum í þessi lið? Já, ég held að það megi alveg búast við því og ég held að það sé, við erum mjög stolt af því sem við erum að gera hérna og þessu verkefni sem við erum með í gangi. Ég held að séu margir sem hafa áhuga að taka þátt í því, þannig ég myndi ekkert útiloka það, nei. Þjálfaramál, hver er staðan? Þau eru bara í vinnslu, Jakob náttúrulega er með samning karlamegin og síðan Hörður eins og hefur verið fjallað mikið að hugsa sinn gang og við erum svona bara, það er bara allt í vinnslu. Fáið á þessum viðburði hérna í dag fáið við íþróttamann ársins upp eftir að allt er tilkynnt. Kolbeinn Pálsson til þess að halda þrumuræði við leikmönnum hérna, hversu góð vekkferð þetta sé. Er ekki gott fyrir formann að fá svona frá alvöru kempu? Jú, það er náttúrulega ómyndilegt. Ég held að það sé ég meina við upplifum okkur virkilega lánsöm við sem störfum hérna í stjórninni með það bakland sem við höfum hérna í KR og að fá íþróttamann ársins upp í pontu eftir að maður heldur svona fundaðir getur ekki verið betra. Kærar þakkir og gangi ykkur vel í sumar. Takk sem við leiðis.